Helena Rós, velkomin. Herru, 1-1, sátt eða svegt? Ég er pínu svegt sko, en náttúrulega sátt skamt að við náum að jafna, en í endan hefur bæði liðið geta sótt þessi 3 stig og mjög jafnt í endan. Þannig að við vildum ná 3 stig en eitt er betur en ekkert. Og kannski síðasta svona korter að kannski voru óhefnar að bæta ekki við fleiri mörkum? Já, heldur betur. Við fengum alveg hérna nokkrar skyndisóknir hérna í endan og mjög svekkjandi að ná ekki að setja annað markið og ná öllu stigunum, en þetta er svona. Og tölum aðeins um markið þitt. Hvað svona fór í gegnum kollin þegar þú sást að bolti var að bera stigin? Ég ætlaði bara að rífa netið, það var bara það og það hefnaðist. En svona, eins og segi, fyrsti leikur, 1 stig. Þetta hefði getað að vera verð en líka betur, en bara hlýtur að heilt yfir sátt. Já, svona jú, maður verður að vera sáttur við þetta. Það var náttúrulega fyrsti alveg leikunum svona og það var náttúrulega pínu mikið spenna í byrjun. En jú, maður sætti sig við öll stig og eitt er betur en ekkert, eins og ég sagði. Þannig að við gerum bara betur næstu 3 stig. Helena Rós, takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Já, velkomin. 1-1, svona ef við bara heilt yfir, svekktur eða sáttur? Það er örugglega hægt að gera þetta upp þannig að þetta sé bara sanngjarnt. Þú tekur alla mínúturnar, öll færin og allt þetta. En þegar maður við endum leikinn svona eins og við endum, þá var maður drullusveiktur. Alveg drullusveiktur að klára ekki hérna leik. Og ef við tölum bara svona sérstaklega varnarleikinn þegar ég svona náði að loka töluvert á Val, spilaðist þetta bara eins og þú vildir? Bara merkilega nálægt því. Það eina sem við náðum ekki var það að við náðum ekki að róa leikinn, þannig að við erum að spila hérna mönnum, við erum að spila hérna leikmönnum sem eru kannski ekki alveg komnar í 100% og fyrir vikið að þá lendum við að vegg kannski svona 3-4 sem í leiknum og þegar við náðum ekki að róa hann og halda bolta. En kannski mátti alveg búast í því fyrirfram. Við vorum fyrsti leikur, völlurinn harður, það er kalt úti og stressið var mikið, við fundum það á báðum liðum. Við fannst við svona komast yfir það þarna og svona ná að fara þokkalega inn í þetta, þá bara vorum við því miður búin að lenda á veggnum. Svona þreytu veggnum og það gerði það kannski verkum við náðum ekki að róa og við fórum að flýta okkur á mikið og þá urðu fleiri mistök og var meiri þreyta og þá verða enn fleiri mistök. Þannig að annars var þetta bara svipað og við ætluðum okkur og fyrir þetta náttúrulega að gefa þeim helvítis markið. Og fyrstu nafnir markið á Val, hvað svona fór í gegnum hugann þegar Dóra María skoraði? Ég er bara svekktur og bara hundsvekktur yfir því að við skulum gefa svona gott færi eftir innkast en ég meina varnarmaður hjá okkur lætur fíbla sér svo lítið sem er búinn að gera allt annað frábærlega í leiknum og gerir engin mistök eftir þetta og var bara frábær í þessu leik. Það verður oft, en ég meina hún hefur breytt bak og ekkert vesens og þurfa að fylgja þessu hlaupinni. Ég meina Valslið frábært lið og vera brjálaður yfir einu marki sem skora á okkur og það er kannski bara hroki, ég veit það ekki, en maður verður að setja kröfur. En þú hlýtur að sáttur að það þó komið tilbaka? Já, liðið mitt það er mikill karakter í liðinu hjá okkur og ég er rauninni og tölfræðin segir það að þessi leikur náttúrulega fari í jafntefli. Þannig að ég hafði ekki miklar áhyggjur ég vissi að við myndum ná stigi. Ég er mjög súr svona síðustu 10 mínúturnar, sérstaklega svona með uppbótartíma að við skildum ekki ná að lauma inn marki númer 2 sem ég fannst eiga inni. Já, takk hérlega fyrir. Takk.